Góða kvöldið, kæru áhorfendur og velkomin í þessa afmælis útsending úr myndveri Lindarinnar í Krókhálsinum í Reykjavík. Ég heiti Hafsteinn Gautur Einarsson og útvarpsstjóri Lindarinnar og næsta klukkutíma tæplega þá ætlum við að vera með svona fjölbreytta dagskrá og koma víða við allt sem að tengist Lindinni og því sem að við erum að gera. En ég bendi líka á að við erum í miðri söfnunarviku Lindarinnar, fjáröflunarvikunni, sem afmælisvikan líka. Og þá setjum við svolítið fókusinn á peningana og fjármálin á þessari stöð. Og við erum að minna á að þessi stöð, hún rekin fyrir fjárstuðning frá einstaklingum og kirkjum og fyrirtækjum. Þannig að það verður svona megin stefið í þættinum. En við komum víða við og meðal annars þá fáum við Herbert Guðmundsson hér á eftir í heimsókn og við ætlum að spjalla við þáttastjórnanda á Lindinni. Við ætlum að sjá nýtt vitnisburðarvídeó sem við vorum að gera, mjög spennandi. Við verðum með sérstakt tilboð fyrir nýja aðila í stuðning, svona eingöngu tilboð sem að við viljum skoða með ykkur og við sjáum tónlistarmyndbönd. En fyrst þá ætlum við að leyfa listamanni að stíga á svið. Listamanni sem að ætlar að sýna okkur töfrabrögð og hann beitir þeirri skemmtilegu aðferð að ná athygli fólks í gegnum töfrabröðin en síðan endar hann á því að tengja það við fagnaðarerindið. Þessi ungi maður heitir Einar Aron Fjallarsson og við skulum bara byrja á því að leyfa honum að sýna listir sínar. Gjörið svo vel. Komið þið sæl, gott að vera með ykkur. Ég heiti Einar Aron og ég töframaður og mér langar að sýna ykkur svona smáræði. Ég nefnilega, nú styttist í sumarið og ég elska sumarið og hef gaman að sápukúlum, meira svo sem þegar ég var barn, en lífið dálítið eins og sápukúlur. Af því að við setjum traust okkar á bara svona mjög veraldlega hluti, eitthvað sem að við höfum gaman að í smástund en ekki að eilífu. Við getum kannski lagt allan okkar sparnað í að kaupa nýjan bíl. Mér langar í Tesla, en Tesla bíl eins og aðrir bílar sem geta verið eins og sápukúla sem springur. Ótrúlega gaman að fyrst, en það getur klikkað. Og eignir okkar geta skemmst og það eiginlega bara hvað sem getur gerst. Þetta eins og sápukúla sem springur. En það til lausn við þessu vandamáli að við setjum traust okkar á hluti sem að bregðast ekki. Meira að segja foreldrar okkar eða systkini eða vinir, þeir geta sprungið og það skiptir eiginlega ekki máli á hvað við setjum traust okkar, hvað sem springur. En það bara eitt hlutur sem við þurfum aldrei að hafa áhyggjur af og það að Jesús Kristur bregðist. Hann traustur, hann óbreytanlegur og alltaf til staðar. Þannig við getum sett traust okkar á Jesú alltaf. Sæl og blessuð, öll sömul, enn og aftur. Við höldum núna áfram og ég búinn að fá góðan gest hingað í myndveri Lindarinnar og það hann Herbert Guðmundsson sem að flestum okkar velkunnur og þegar minnst á tónlistarfólk á 80s tímabilinu þá kemur nafn hans strax upp í hugann. Herbert hefur marga fjöruna sopið, eins og sagt en hann þekktur fyrir mikinn dugnað og jákvætt hugarfar. Og hann sat tíma í fangelsi og misti allt sitt eftir hrunið árið 2008. En Herbert komst til lifandi trúar fyrir nokkrum árum og hefur síðan þá verið duglegur við að semja kristilega dægurtónlist og segir frá Jesú Kristi hvar sem hann kemur því við. Herbert, Heppi, eins og þú yfirleitt kallaður, takk að kjallaði fyrir að kíkja hingað í Krókhálsin. Takk fyrir að bjóða mér, það bara heiður. Hvað svo að frétta af þér þessa dagana? Bara yndislegt, lífið bara frábært, getur ekki betra verið. Maður byrjar það með bæn og morgnana og endar það með bæn og kvöldin. Já. Og reynir bara að vera í góðu sambandi við allt og alla í kringum mig.
leggja daginn í raun og veru í hendurnar á, eins og við segjum í tólsporunum, minn æðri mætti, það Guð eins og ég kalla það. Það eitt sem svo einkennandi við Hebbi, að þú átt svo sterka og lifandi trú. Það alltaf þegar maður hittir þig, þá talar þú út af svo mikill jákvæðni. Þú nýtir trúna svo vel í daglegu lífi, það aðdáunarvert. Takk fyrir það. Ég finnst það bara svo mikill lykill að líða vel og vera í réttu flæði. Það að, eins og segi, stunda bæn og hugleiðslu og vera ekkert í eitthvað feiminn með trúna. Tala það. Hvað breyttist nú eiginlega við það og tókst trú? Hvernig var svona fyrsta upplifunin? Sko, það náttúrulega breytist allt. Ég náttúrulega átti mína barnatrú sem krakki og lærði faðirvorið, amma kendi mér faðirvorið og allt það. En síðan lenti ég í að breyta aðeins til og fór að stunda svona, hvað að segja, svona nýhyggju trú svona svolítið, en samt ekki, vegna þess að það var búddismi sem ég var í 28 ár og síðan tók ég tólsporinn, fór í tólspora dæmi, tók tólsporinn og frelsaðist við það. Þú frelsaðist í tólsporagöngunni? Já. Já, frábært. Hvaða ár var það? 2007. Það var 2007, Já. Rétt fyrir hrun. Já. Og þú auðvitað tjáir þig mikið í gegnum tónlist. Að sjálfsögðu. Og tónlistin, hún breyttist heilmikið við það að þú tókst trú. Já, sko, það voru alltaf jákvæði textar yfirleitt hjá mér og svona birta í tónlistinu minni. En svona, ég var svona ófeimnar við bara að svona, bara segja bara ok. Og þá kom fyrst frá mér lag sem heitir Ég gefa vil og þar ó Guð minn, ég vil þakka þér lífsgæðin sem þú hefur gefið mér og svo kemur viðlagið, það sem ég segi að Guð sé til í kórusunum. Guð til, veist, og svona, þannig að þetta verður svona, já, ég verð bara svona einhvern veginn ófeimið við að tjá mína skoðun á málunum. Frábært. Og þú hefur líka náð að gera sko textana í lögunum þannig að þeir miðla þessari jákvæðni og þessari uppbyggjandi boðskap sem í biblíunni í gegnum textana, án þess að vera kannski í of sterku trúboði, ef við getum orðað það þannig. Já, ég reyni að vera... Þannig að þú fengir lögin þín flutt á sko hinum útastöðunum ekki líka. Já, ég reyni að vera svolítið kettni í þessu sko, vera svona svolítið undir rós, en samt raun og veru ekki. Og ég til dæmis að vinna lag núna sem að fer í spilum fljótlega til að fer að hækka sól og sem heitir I Call Your Name og þegar þú hlustar á það þá gæti ég verið að syngja til drottins, ég gæti líka verið að syngja til konu. Það er svona, þú veist, þú ert ekki alveg. Já. Og það er mjög gott sko, maður þarf að vera svolítið sölumaður í þessu. Lindin sem útvarpsstöð, hún byggir mjög mikið á tónlist. Þannig að ég var nú að nota tækifærið og þakka þið fyrir bara öll þessi frábæru lög, þessi poppuðu dægurlög, kristnu lög sem að svona lyfta lundinni svolítið hjá hlustendum og ekki laust að margir fara að dilla sig svolítið þegar þeir hlusta á löginni, það er bara frábært. Takk fyrir það, það er bara gaman að heyra og veit maður að maður er að snerta við fólki og ég finnst líka gaman, ég fæ oft svona vitnisburð frá fólki sem að talar að þetta og hitt lagið hafi snert við sér. Eins og eitt nýlegt lag frá mér sem heitir Í þér býr það besta. Þar er ég búinn að fá svolítið vitnisburð á fólki sem að hefur kannski verið eitthvað langt niður og svo heyrir þeirra lagið og það bara lyftir í upp. Það er æðislegt að heyra svoleiðis. Svo hefur þú líka verið svo duglegur við að keyra hringinn í kringum landið og kynna lögin og selja diskana þína og láta þjóðina vita af þér. Hvernig hefur það gengið? Bara mjög vel. Þetta náttúrulega gerist ekki sjálft. Nei, þetta gerist ekki sjálft. Og þess vegna hef ég notað þessa tíma sem hafa verið núna í það bara fara út á land og hitta fólk og vita hvort að menn fjárfesti ekki í tónlist. Og það er alveg með ólíkindum hvað fólk tekur manni vel. Þrátt fyrir að séu orðið fólk sem á ekki spilara sko. En það kaupir samt, styðja listamannin. En yfirleitt er nú fólk einhvers staðar með spilara sem betur fer, í gamla bílnum, upp í sum og þannig að... En eins og ég segi, ég ágaf bara þetta vegna þess að náttúrulega var algjört hrun hjá mér atvinnulega séð, núna búið að vera alveg í næstu ár. Mér langar að spyrja þig, Herbert, hvað er við lindin fyrir þig? Bara ég hlusta eingöngu á lindina sko. Ég voðalega svona, ég bara nenni ekki þessu argi og gargi sem að
sem að heimurinn að dæla yfir okkur. Þannig að lindin yfirleitt alltaf á hjá mér og ef lindin ekki á þá ég að hlusta á eitthvað svona kristilegt efni sem ég búinn að finna sjálfur á Spotify eða YouTube af því að ég með Bluetooth í bílum minn og geta hlustað á efni alls staðar á heiminum og en yfirleitt lindin á. Já. Þú hringdir daginn og þar sem að þú ert mánaðarlegur stuðningsaðili og þú vildir hækka þitt framlag. Já. Og það gerist nú ekki á hverjum degi sem að færi svoleiðis símhringingar. En við erum líka í þessari söfnunarviku á lindinni að svona lyfta lindinu upp og minna á okkur og hvetja hlustendur nær og fjær til þess að styðja okkur litla upphæð eða háa upphæð því að allt skiptir þetta máli. Já. Þannig að ég vil bara þakka þér fyrir það. Þú hringdir til þess að hækka framlagið. Já, ég tók ákvörðun fyrir ári síðan að reyna Drottinn eins og stendur í góðri bók, Biblíunni og ég ákvað bara að fara bara í áskut og byrja bara með svona temmel, bara litla upphæð sem ég myndi ráða við til þess að vera öruggur á því og það bara þvílíkt skila sér í ávinningi. Ég að fá bara fjárhagslega ávinninga sem eru gigg og ammæli og svona yfir höfuð og bara velgengni í sölunni að selja diska. Þannig að mér fannst ég bara verða að lyfta þess aðeins. Og eins og ég segi við ykkur úti, það þarf ekki að vera rosa mikið. Getur bara verið nett upphæð til að byrja með. Reynið mig, segir Drottinn í Biblíunni og bara prófið í ár, sjáðu hvað gerist. Og það alveg magnaður ávinningur sem að því hlýst. Frábært. Takk fyrir þetta, Hebbi. Mér langar að segja ykkur dálítið frá syndinni. Því að það mikið talað syndina í Biblíunni og hún hefur miklar afleiðingar og við eigum það til að flokka syndir. Við myndum líta á frekar stóra synd að drepa einhvern og það lítil synd að skrökva og það kannski svona miðlungssynd að ljúga, að stela einhverju af einhverjum. En þráttur að við vitum þetta að þá þetta ekki svona. Því að Biblían mjög skýr hvernig syndir virka. Í Biblíunni talað aðskilnað milli Guðs og manna sem verður á syndum. Það þýðir að allar syndir eru jafn stórar. Hvort sem það að ljúga, stela eða drepa. Allar syndir eru jafn stórar. Það sem syndin hefur í för með sér bara aðskilnaður milli okkar og Guðs, sem eitthvað sem við viljum alls ekki. En við vitum þetta, samt sem áður flokkum við syndir. Okkur finnst lítil synd að skrökva, miðjusynd að stela og stór synd að drepa. En það til lausn. Það meira við þess að sögu bara þetta. Af því að fyrir 2000 árum að þá gekk áhrifamesti maður sem hefur verið uppi, hann gekk á jörðinni og hann gerði dálítið sem breytti öllu. Hvað var þetta? Hann heitir Jesús og Jesús kom á jörðina og dó á krossi og það sem hann gerði þegar hann dó á krossi var að það breyttist allt. Hann tók allar syndir á sig. Hann einhvern veginn gaf okkur tækifæri á að tengja Guði aftur án þess að færa fórnir eða gera eitthvað vesen úr því. Hann dó á krossi fyrir mínar syndir og fyrir þínar syndir og með því að deyja á krossi fyrir okkur þýðir það að við verðum eitt með Jesú Kristi. Það sem mig langar að kynna fyrir ykkur núna, kæru hlustendur og áhorfendur, tilboð fyrir þá sem koma nýir inn í mánaðarlegan stuðning við lindina. Þannig nefnilega að reglulegur mánaðarlegur stuðningur það sem skiptir okkur mestu máli til þess að geta haldið áfram í rekstrinum og haft þetta myndalegt hjá okkur. Þannig að við viljum hvetja nýja aðila til þess að koma inn í reglulegan stuðning. Og ef að þú
hlustandi að Lindinni og nýtur þeirra þjónustu sem að þessi útvarpsstöð hefur upp á að bjóða. Og ert kristinnar trúar og vilt að fagnaðarerindi heyrist á öldum ljósvakans, þá kannski viltu heyra það sem að ég ætla að nefna við ykkur núna. Og það að bjóða nýjum aðilum smá svona inngöngu tilboð. Ef að þú kemur inn í stuðning með 2.500 krónur á mánuði og skuldbindur þig í allavega 1 ár, þá ætlum við að gefa þér svona bolla, merktan Lindinni, og svona bolta sem að hægt að nota sem svona stressbolta. Hver þarf ekki á svoleiðis að halda, gott að hafa þetta í höndunum þegar maður að vinna eða taka erfið símtöl eða bara hvenær sem losum stress. Og síðan líka USB-lykil. Og margir hafa mikið not fyrir svona USB-lykil. Þetta fylgir með í tilboðinu ef þú kemur inn með 2.500 krónur á mánuði. Síðan ef þú ert til í að skuldbinda 5.000 krónur á mánuði í allavega 1 ár. Þá viljum við bjóða þér þetta sama og síðan líka til viðbótar gjafakort á matstöðina fyrir 2. Þannig að ég vil bara hvetja þig, kæri hlustandi, til þess að koma inn í reglulega mánaðarlegan stuðning og þér býðst þetta sem inngöngu tilboð, annaðhvort 2.500 krónur á mánuði eða 5.000 eða hvaða upphæð sem að þér hendar. Og þú hefur bara samband við okkur á skrifstofutíma í síma 567 18 18. Guð blessi þig og þína. Takk fyrir. Kæru áhorfendur, við höldum áfram. Við erum útvarpsstöð, þannig að mörg ykkar hafa kannski aldrei séð framan í dagskrárgerðarfólki sem að við erum með hérna í útsendingu. Þið þekkið kannski röddina, en ekki andlitin, og ég búinn að fá til mín hérna eina konu, hana Helgu Vilborgu, sem dagskrárgerðarkona á Lindinni. Velkomin, Helga. Takk fyrir. Gaman að fá þig hingað. Já, takk fyrir að bjóða mér. Við erum nú alltaf að hittast reglulega hérna á Lindinni, en kannski ekki alveg í þessu setti hérna inn í myndverinu. Nei, þetta svona aðeins óvenjulegra. Já, aðeins óvenjulegra. En hérna, þú ert með þátt á mánudögum sem heitir Köllun og kraftaverk. Já. Segðu okkur nú aðeins frá þessum þætti. Þetta þáttur sem að fjallar kristniboð og ég svona reynir bara að hafa svolítið fjölbreyttan og tek fyrir, fæ yfirleitt til mig gesti, reynir það, kemur fyrir að það næst ekki að fá gest, en svo ég með svona fræðslu bara kristniboð, les upp úr kristilega tímaritinu Bjarma, svo hef ég undanfarið núna verið með kristniboðssálm sem ég kynni og svona fyrir aðeins yfir textan og boðskapinn. Og svo gestirnir sem koma til mín, það eru fólk sem hefur annarkvort farið út sem kristniboðar, heimsótt kristniboðslöndin, þar sem að Samband íslenskra kristniboðsfélaga hefur verið að starfa. Og svo fólk sem hefur verið að vinna líka trúboði hér heima á Íslandi. Þannig að ég reynir svolítið að, fókusin svolítið á starf kristniboðssambandsins, en svo reynir ég líka að fá fólk annar stað frá úr öðrum kirkjum og samfélögum sem að vinna að trúboði bæði hér heima og erlendis. Þetta er svona fræðslu þáttur svolítið og svona hvatning, hvetja fólk til þess að taka þátt í kristniboði, því mér finnst að það að vera bara svona eðlilegur hluti af því að tilheyra kirkju, að breiða út boðskapinn. Jesús sagði okkur að fara út allan heim og segja frá. Það einmitt það sem að Lindin vill gera og að gera að einhverju leyti, það að skapa þessar tengingar milli kirkna og þú ert eiginlega svolítið sem fulltrúi kristniboðssambandsins sem að öflugt í trúboði. Og það ýmislegt sem að í gangi í íslensku samfélagi í trúboði þó að fólk kannski veit ekki af því, ekki allir, en það kemur svolítið mikið fram í þáttunum þínum á mánudögum. Já, algjörlega. Ég svona reynda að þefa uppi hverjir hvað fólk að gera og tek við töl og fæ að heyra. Og það sumt bara nýtt fyrir mér, kemur mér alveg óvart og gaman að heyra það, svo annan hefur maður vita fyrir. En þetta svona, ég vona að þetta verður svolítið til þess að vekja fólk og til að taka þátt í kristniboði. Biðja fyrir það líka svo mikilvægt að það sé eins og þegar að kristniboðar að fara út til annarra landa. Það svo gríðarlega mikilvægt að það sé bakland hérna heima, fólk sem að biður fyrir starfinu og sem gefur í starfið og þetta skiptir
ótrúlega miklu máli. Já, ég efa ekki að þessi þættir þeir virka hvetjandi á hlustendur. Já, ég vona það, sannarlega. Já, fólk sko heyrir sögur af öðrum sem að svona ná í gegn og fara til útlanda og eru hér á Íslandi líka í trúboði og það hvetjandi á þá sem að hafa einhvern neista og vilja gera meira og þetta skapar eitthvað tengingar milli fólks. Algjörlega. En auðvitað eigum við líka að vera dugleg í maður og mann trúboði. Við eigum að vera þetta ljós og þetta salt sem að Biblían kennur okkur að vera. Þannig að þetta er flott, bara gaman að hafa þig hérna á Lindinni og vikulega og það er full þörf á svona umræðu. En þú hefur líka annað hlutverk hérna á Lindinni. Þú ert stjórnarmaður. Já. Eða stjórnarkona, á maður að segja kona. Ég er ekkert við hvað fyrir svo. Nei, ekki heldur. Þú ert stjórnarmaður, af því að þú ert kvenmaður, þá ertu stjórnarmaður á Lindinni. Konur er líka menn. Og það er bara frábært að hafa þig þarna um borð og það eru fulltrúar frá fjölmörgum kirkjum sem í stjórn Lindarinnar því að þetta er fjölmiðlun, kristileg fjölmiðlun, útvarpsstöð sem að er í þjónustu við kirkjurnar á Íslandi og líka alla sem eru kristnir, þannig að það er mikilvægt að Lindin sé með rætur í kirkjunum á vissan hátt. Og hérna, þú ert búin að vera stjórnarmaður núna í hvað? Eitt ár? Eitt ár, já. Já. 1 ár og 9 ár, já. Einmitt. Og það er ýmislegt sem er ræðum á stjórnarfundum. Já, eins og til dæmis undirbúa afmælisviku Já. og fleira. Undirbúa afmælisvikuna, það er full þörf á því að halda vel utan þau mál öll og gaman að hafa þig þar. En eitt líka vil ég nefna og kynna fyrir áhorfendum og hlustendum Lindarinnar, það er verkefni sem við fórum af stað með svolítið saman, þú og ég Helga. Hérna sem heitir kristileg fjölmiðlun. Eftir að við fengum góða heimsókn erlendis frá, þá fór boltinn svolítið að rúlla. Okkur langaði til þess að skoða hvað við getum gert meira í því að búa til efni fyrir samfélagsmiðlana, taka upp vitnisburði og fleira. Þannig að við vorum með nokkra fundi hérna fyrir ári síðan. Já, áður en að COVID skall á. Áður en að COVID skall á, já. Settu svolítið strik í reikningin með þetta allt saman. Já, já, en við ætlum ekki að gerast upp, við ætlum að halda áfram. Alls ekki. Og eitt af, já. Nei, ég má skjóta inn í, mér varst bara svo frábært, sko, hann kom, hann Ron Harris frá Texas, sem hefði mikla reynslu í þessu og heimstóð okkur í Kristnabóðsambandinu og vorum með fund og buðum fólki sem hefði áhuga. Og mér varst bara svo gaman hvað það var raunverulegur áhugi hjá fólki að gera eitthvað. Þú auðvitað náttúrulega erfitt það getur verið erfitt að fara af stað og halda verkefnum gangandi og annað, en það var allavega mér fannst mjög jákvætt að sjá áhugan. Fólk vill virkilega gera eitthvað. Já, það er svolítið þannig að margir eru að gera eitthvað og eru einir í þeirri vinnu. Þannig að hluta því sem við vildum gera það er að hóa fólki svolítið saman, mynda litla hópa sem að stefna í sömu átt og leyfa fólki svolítið að vinna saman. Og eitt af því sem við fórum svolítið að stað með, það var að það var mikill áhuga á því að taka upp vitnisburði einstaklinga. Og nú er eitt slíkt myndband eða vídeó búið að fæðast hjá okkur. Það var Birgir Ásgeirsson og Halldóra sem að unnu svolítið að því ásamt Friðrik Skram Jr. gerðu vídeó, vitnisburð Þóreyjar Aðalsteinsdóttur sem að við ætlum að sýna ykkur bút af hér á eftir. Sko, mín skoðun er svo að þetta er eitt sterkasta trúboðstæki sem við höfum. Það er að taka upp vitnisburð í mynd, segja sögu einhvers einstaklings sem að upplifði einhverja hörmungar, lifði einhverju lífi eins og hún Þórey í myrkrinu. Hér á yngri, hún er bara held í 24-25 ári í dag, en hún var í rugli, svo við segjum nú ekki meira, sem 18-19 ára stúlka. En hún tók trú og hún er gerbreytt stúlka í dag. Og þetta er 20 mínútna vídeó sem að við eigum, en við ætlum að sýna ykkur hérna og eftir bara styttri útgáfa því, bara svona 3 mínútur, að því bara tímans vegna. En það kemur svo skýrt fram í vídeónu hvernig líf hennar hefur breyst og líka hvernig hún hefur breyst í útliti. Það er á einu stað í vídeónu sem að það sést hvernig hún leit út þegar hún var í ruglinu. Og síðan séstu þetta í upptökunni hvernig hún lítur út í dag. Og þetta er það sem að Kristur getur gert við okkar andlega mann líka. Einmitt, og það er sko, einmitt eins og segir, þessar sögur fólks, þessi vitnisburði fólks, þetta er það sem snertir við fólki.
Og ég tek eftir því líka því ég að segja frá bara kristniboðsstarfinu. Því ég segir sögur einstaklinga. Já. Fólk sem ég hef kynst sem að upplifði það að lifa í svarta myrkri, taka svo móti Jesú og bara gjörbreytir lífinu. Og hvernig bókstaflega fólk færist frá dauðanum til lífsins. Frá myrkrinu yfir í ljósið. Frá myrkrinu yfir í ljósið og það er þetta sem og það er ekkert sem getur tekið frá okkur vitnisburðinn. Vitnisburðurinn er eitthvað sem að það getur enginn farið að rökræða við okkur vitnisburð. Nei. Og þetta er eitthvað sem að fólk hefur upplifað og þetta snertir alltaf við fólki. Og held ég sem þetta svo mikilvægt og þetta var mikið í umræðinu þannig hjá okkur að reyna að taka upp og sýna vitnisburði einstaklinga. Fólk sem hefur bara fengið að upplifa umbreytingu í lífi sínu við það að taka við Jesú. Já. Ég er á þeirri skoðun að það ættu bara allir sem eru frelsaðir að eiga sinn vitnisburð í mynd. Við eigum öll að láta taka okkur upp í mynd og gera það með skýrum og skilmerkilegum hætti og eiga þetta allt saman á til dæmis einni vefsíðu þar sem hægt er að leita eftir nöfnum fólks, leita eftir flokkum af vitnisburðum því að við lifum í litlu samfélagi þar sem að fólk þekkist og það er ofsalega sterkt aðdráttarafl þegar þú veist af einhverjum sem þú þekkir sem að tók trú, gerbreytti lífi sínu og til langar að sjá hans eða hennar sögu að geta farið inn á svona vefsíðu og séð þennan vitnisburð. Ég held að þetta væri frábært að vinna áfram að þessu. Þannig að ég vildi nefna þetta við ykkur líka, kæru hlustendur og núna áhorfendur Lindarinnar, að styðja okkur í því að halda áfram í þessari vegferð og hugleittu það sjálfur að fá þinn vitnisburð í mynd. En ég ætla að fá að þakka þið fyrir Helga. Já, takk sömuleiðis. Og við ætlum að enda á því, já, allavega núna á þessu spjalli okkar, að sjá þennan vitnisburð Þóreyjar Aðalsteinsdóttur sem að leyfðu okkur að taka upp hennar vitnisburð. Þetta er styttri útgáfa af vitnisburðinum en við skulum leyfa okkur að sjá hana núna. Takk fyrir komuna. Kem frá mjög góðri fjölskyldu sem ól mig vel upp. Ég þekkti Guð ekkert rosalega mikið eða pældi mikið í honum þegar ég var lítil. Ég átti bara þessa svokölluðu barnatrú. Í rauninni var þetta ekkert meira en það. Ég þekkti ekki sjálfa mig. Þarna var ég með manni sem var að beita mig miklu ofbeldi, andlegu, líkamlegu og kynferðisofbeldi. Já, þetta var bara eins og að vera fastur í hryllingsmynd sem ég gat ekki vaknað upp úr. Fórum í sjúkrabíl upp á geðdeild. Ég var bara með svo mikinn sársauka inn í hjartanu mínu. Þegar ég sofnaði á kvöldin þá lagst ég og ég var bara með biblíuna ofan á mér og ég var bara með svona möndru inn í hausnum á mér og ég var bara, Guð, viltu taka hann sársauka úr hjartanu mínu? Og ég beði, viltu taka hann í burtu? Ég vissi að hann gæti gert það og ég vissi að hann vildi gera það. Og ég þráði bara að nálgast Guð meira og vera heil aftur. Á Hlaðgerðarkoti var ég í 3 mánuði og ég fór þaðan á áfangaheimili sem kallast Dyngjan, sem er áfangaheimili sem er bara fyrir konur. Á Dyngjunni var ég í 1,5 ár og þetta 1,5 ár var rosa mikilvægt að ég var á áfangaheimili. Þegar það leið á edrutíma minn, ég kom á meðferð og var búin að koma mér inn á Dyngjuna og svona, þá byrjaði lífið bara að gerast og í þessum skóla í sumar þá gerðist bara magnaðir hlutir. Ég hafði aldrei á ævinni einhvern veginn séð jafn skýrt og þetta sumar. Þessar 4 vikur þá fékk ég alls konar upplýsingar orð Guðs og líka hvernig ég get lifað eftir biblíunni og með Guði. Það var alveg fullt það sem ég þurfti að breyta. En í fyrsta lagi þá þurfti ég að sleppa sársaukanum. Ég fann að ég gat ekki átt samband með Guði
nema ég myndi hætta að vera fórnarlamb. En ég þurfti bara að fara á hnén á hverjum degi og ég þurfti bara að segja við Jesús, Jesús, ég gef þér hennar sársauka, ég get ekki búið hann er alltaf þungur. Komið sæl, ég heiti Einar Aron og ég er töframaður og það er fjármálavika á Lindinni og svona, þannig að það vissar að bara styðja við hann á réttan hátt, þannig að ég tek klósettpappír alltaf með mér á Lindina, bara til þess að spara á Lindinni útgjöld þegar ég fer á klósettið. Nei, ég er að djóka. Ég ætla aðeins að segja ykkur frá klósettpappír. Ja, samt ekki alveg beint klósettpappír, en svona tengt klósettpappír, af því að lífið gengur og gerist og það gengur ekki áfallalaust. Af því það er alveg hluti sem koma upp á. Við erum með hluti eins og afi minn, hann dó daginn og það var alveg skellur og þú veist, ótrúlega leiðilegt og saknans. Og svo erum við með alls konar áföll. Við getum verið kannski á fullu íþróttum og við meiðum okkur og klósettpappírinn slitnar. Eða þú veist, það er eitthvað sem klikkar, það er eitthvað sem að bregst, eitthvað sem á ekki að vera þannig. Og getur kviknað í húsinu okkar, eða það er svo margt sem getur gerst, eitthvað sem getur bara breytt öllu í sambandi við líf okkar og svoleiðis. En það sem skiptir máli er að muna að við erum ekki ein í lífinu og við getum sett traust okkar á okkar meira en bara á klósettrúllu lengi. Máli er að ég skal bara útskýra þetta. Það sem Jesús gerir er að ef við leggjum traust okkur á hann en ekki á veraldlega hluti, getur hann tekið messið okkar, tekið vandræðin sem við erum í og hann lofar að vera með okkur og hann mun blessa okkur og hann þrá bara að vera með okkur. Þannig að munum það þegar áföll skella á og eitthvað bregst, að setja traust okkar ekki á það, ekki á einhverja veraldlega hluti, ekki á tilfinningar, ekki á eitthvað sem skiptir engu máli. Leggjum traust okkar á Jesú sem tekur ljóta hluti, setur oss saman og gerir eitthvað svo miklu fallegra. Já, sæl aftur. Mér langar aðeins að færa ykkur smá fréttir af Mike og Sheila Fitzgerald. Mörg ykkar vita mikið þau og þekkja þau vel. Þau eru stofnendur Lindarinnar, stofnuðu hana 1995 fyrir nákvæmlega 26 árum síðan. Og þau eru núna flutt til Bandaríkjanna, til Tennessee í Bandaríkjunum, búa þar í húsi sem að þau gerðu upp nýlega. Þau eru komin rétt yfir 70 og við fengum þær fréttir núna af honum Mike í febrúarmánuði að hann kenndi sig meiðns í kviðnum og læknar héldu að þetta væri eitthvað tengt gallblöðrunni. Og það kom á daginn, hann var kominn með drep í gallblöðruna og hann fór í aðgerð fyrir cirka 2 vikur síðan. Gallblaðran var tekin úr og hann er á góðum batavegi sem betur fer. Þannig að ég vil bara minna okkur öll á að halda honum í bænum okkar. Þau eru yndisleg hjónin, Mike og Sheila og mikilvægt að við höldum honum Mike sérstaklega núna næstu dag og vikur í bænum okkar. Þetta var örlítið af þeim hjónum, en áfram með þennan söfnunarþátt. Eitt hef ég ekki minnst á ennþá sem ég vil endilega gera núna, það er gjafalistin, sem við köllum líka gjöf á gjöf. Þetta konsept hefur gagnast okkur vel á undanförnum árum og gengur út á það að velunnarar Lindarinnar gefa Lindinni alls konar vörur og þjónustu sem við getum síðan gefið áfram til annara hlustenda gegn stuðningi við Lindina. Þannig þetta er svona win-win fyrir báða aðila, eða alla aðila. Og
það gjafalisti sem inn á vefsíðunni. Ef þú ferð inn á lindin.is þá getur þú smellt á krækju og fer þar inn á þennan lista og það fjölmargt á þessum lista og ég vil nefna að þarna eru ferðir og gisting. Það eru einhver hótel sem hafa gefið okkur gistingu, þannig ef þú ert farin að plana sumarið þá að gera að kíkja á það. Þarna eru veitingar. Veitingarnar eru alltaf vinsælar. Þarna eru gjafakort á veitingastaði eins og Fiskfélagið, Matstöðina, Laugaás, Dominos og Hamborgarabúlluna og þetta eitthvað sem rýkur út strax og þetta fyrir lofti. Þannig að það eitthvað eftir af þessu núna þegar komið fram á fimmtudag, eitthvað farið en það fjölmargt eftir. Nú þarna líka námskeið og ráðgjöf ýmiss konar. Þarna komið nýr aðili inn sem heitir Arnór Már og markþjálfi og hann gefur nokkra tíma. Guðbjörn Gunnarsson, einkaþjálfari, gefur markþjálfun líka og síðan Hafliði Kristinsson, fjölskyldu- og hjónaráðgjafi, hann gefur líka nokkra tíma. Þannig ef þú vilt sækja ráðgjöf og hver þarf ekki góða ráðgjöf, þá eru þetta í boði. Svo erum við líka með gjafakort á TC Biblíuskólann eða TC Teen Challenge heitir það á ensku. Biblíuskólinn sem í gangi. Þarna eru iðnaðarmenn líka á gjafalistanum. Það eru smiðir, rafvirkjar, píparar og bifvélavirkjar. Þetta líka mjög vinsælt. Hver þarf ekki á iðnaðarmönnum að halda af og til? Og akkur ekki að næla sér í svoleiðis gjafakort og styrkja lindina á sama tíma. Þetta nefnilega svo mikil snilld, þetta konsept. Og að lokum þá þarna þjónusta líka, til dæmis dömu- og herraklippingar. Flestir þurfa að fara í klippingu af og til, þannig að endilega nýta sér þetta og slá þannig 2 flugur í einu höggi. Þú kíkir bara inn á vefsíðu lindarinnar, lindin.is og þar krækja inn á gjafalistan. Og við stefnum á að safna 6 milljónum króna í þessari afmælisviku. Verðgildið á gjöfunum inn á Gjöf og Gjöf 2 milljónir. Þannig að ef að allir næla sér í eitthvað, þá hreinsum við bara upp allar þessar gjafir til stuðnings lindinni. Bara frábært. En kæru áhorfendur, það komið að lokum þessa þáttar og ég vil bara þakka þér fyrir að vera þáttakandi í lindinni. Við ætlum að halda áfram og þó að þessi söfnunarþáttur taki enda, að þá höldum við áfram með útsendingar. Við ætlum að enda á laginu Ég syng og þetta lag söng Gospel Kompáníið árið 2014. Þetta lag sem var gert á íslensku og það var fyrir afmæli lindarinnar, fyrir 19 ára afmæli lindarinnar, fyrir 7 árum síðan. En þetta tímalaust lag og mjög skemmtilegt. Útsendingin svo lífleg og skemmtileg og þarna bregður fyrir fjölmörgum andlitum sem að mörg ykkar þekkja. Þannig að það gaman að hlusta og horfa. Lagið Sing eftir Kirk Franklin, James Samuel Harris, Terry Stephen Lewis og Frederick Tackett. Og íslenski textinn í laginu eftir Halldór Lárusson. Söngvarar úr Gospel Kompáníinu syngja. Upptakan á hendi Óskars Einarssonar og kvikmyndun og klipping var á hendi Sindra Reis Einarssonar. Við ætlum að enda á þessu og ég vil bara þakka kærlega fyrir tíman sem þú gefst þér í að horfa á þennan þátt. Ég bið Guð að blessa þig og þína. Ég minni á söfnunarvikuna sem enn stendur yfir. Guð blessi þig og þína og góða stundir. Svo dimm að ég finn nú að vonin horfin. Í dag
miklu betra ef ég, ó, ó, ó. Það er svo miklu betra